drikkir og eitthvað allt annað. Ég er að tala um Matta og Hálfdan í Væp. Sælir. What's up? Halló. Mikill heiður. Já, Mikill heiður að komnir. Já, ég dýrkar ástöð. Þeir náðu samt að þeir alveg þangað til að koma að þau. Já, það var erfitt, sko. Mér er skemmtilegt svona að tala Ég var alveg locked in. Já, þetta var áhuga. Það er skemmtilegt. Já. Er þetta í fyrst sinn sem þið komið í síðdegisútbið? Já, Já, ég held það. ég held Jú, það. ég er nokkuð viss um það. Bara klálega. Já. Og finnst ykkur þetta fullorðis? Þetta er mjög óslega fullorðið stæmi. Það er mikið af fullorðum að hlusta. Já, Það er mikið þroski í ykkur strákar. Já. Maður sér það. Jú, jú. Þú er búin að þroskast mikið. Já, við Já, erum já. bara þroskast mikið, já. Já, bara eftir sumarið og... Erum orðnir mjög fullorðnir og svona. Já, Já. Sko, það þarf alltaf ekkert að kynna ykkur fyrir þjóðinni. Hún þekki Matta sinn og Hálfdan sinn. Já. Og þeir eru búin að vera á miklu flugi í sumar. Hvað er svona það helsta sem það hefur verið að gera? Þetta er bara búið að vera stanslaus kersla. Við erum bara búin að vera að gigga út um allt. Já, þetta var svona gigg sumar í mikla. Já, ég myndi segja það. Já, við fórum bara Út um allt. í alla bæi sem hægt er að spila í, skiljum. Já. Bara allstaðar sem var eitthvað í gangi, það einhvern veginn vorum við þar. Já, Þetta var, þetta var rosalegt sumar. Þetta var svakalegt. Ég held að það voru allavega yfir 80 gigga, Já, já. bara eitthvað á nokkrum mánuðum, sko. Bara eitthvað ruggla dæmi. Já. Ógeðslega gaman, mælum Já, með algjör allir snilld. að prófa, sko. Og eru þið þreyttir eftir sumarið og er alltaf næg orka? Nei, ég held sem bara mjög mikil orka, sko. Það er svolítið næst núna að Já. byrja aðeins að minka í giggum, sko. En þá tók bara stúdíóið við, sko. Já, tók stúdíóið við í staðinn. Við erum bara að vinna alla daga bara hérna í plötu sem við ætlum að gefa út í janúar, líklegast. Fyrir náttúrulega erum við frá Evróputúr og Já. þannig að við erum að... Svo voru að lönsa jólatónleikum. Já, það er alls konar dót að gerast, sko. En sko, komum aðeins að Evróputúrnum. Já. Evróputúr, með þetta hljóma... Það hljóma stórt, sko. Já, risastórt. Sjúklega stórt. Þetta er náttúrulega alveg stórt, sko. Þetta er stórt tækifæri. Ok, hvert eru það að fara? Eru konar borgir eða... Já, þetta eru, Matti með þetta hvað er blá, ekki sko. 9 eða eitthvað lönd? Jú, 9 lönd og fullt af einhverjum tónleikum. Já. Er þetta eitthvað Eurovision tengt? Nei, þetta er bara okkar vegum. Þetta er bara okkar vegum, skilju, en náttúrulega, þetta eru aðdáendur sem að kynntast okkur í gegnum Eurovision. Já, við tökum alla Skandinavíu, förum til, hvað við erum farið til? Við erum bara Þýskalands, Írlands, London, Þýskalands. Ísland, Já. Ég reikna með að vera einhver annar farastjóri í þessari ferð heldur þið tveir og þið bara Við pakki erum í okkar tösku. manni að sjá um, Já, Já, þið það er bara- maður sem gerum þetta. Já, þið pakki bara í tösku og farið með. Já, við mætum bara. Já, þið mætið. Við erum góðið þar. En sko talandi um þetta, einmitt, þetta Eurovision-ævintýri, að því að þið eru að segja að, þú veist, þetta eru auðvitað aðdáendur ykkar sem eru að fara að koma og sjá ykkur, sem að Já. kynntust ykkur Já. gegnum Eurovision. Heldur betur. Fyrir okkur, það veit þetta hvert einasta mannsbarn á Íslandi hverju þeir og þau töluðu búin að fara á 80 tónleiki í sumar. Já. Hversu stórir eru þið orðnir, eru þið með, ég verð að sletta, fanbase, Já. má ég segja það, Þórður? Aldánd og skari? Já. Já. Hversu stór er það? Náttúrulega við erum með miklu starra fanbase úti Já, þannig já, sem já. á Íslandi, bara það er miklu fleiri sem er heim úti, skiljum. Þannig að þetta er svona... Bang! Þetta er góða punktur. Það er bang hérna bara. En við erum með ógeðslega loyal fanbase Já, úti. við erum með nokkrar virka aðdáðanda síður á Instagram sem Já, við posta bara já. öllu sem við gerum. Það er ógeðslega fyndið, alltaf við erum einhver staðar, það er einhvern veginn er svona aðdáðandi síður búin að spotta. Já, bara finna út hvar við vorum Já. og bara selfie með Það einhverjum eru margir svona hardcore væparar úti, sko. En það var bara eiginlega beint eftir Eurovision, þá voru svo margir í kommentarkennunum. Við vorum að fá bara eitthvað milljónir áhorf á vídeón sem við vorum að gera hann á TikTok og eitthvað. Og þannig að voru allir bara að kommenta, þið verið að koma til Póllands, koma til eitthvað. Já. Og þá vorum við bara, ok, ef við ekki bara gera það, ekki bara, þú veist, kíkja út. Algjörlega. Og heyrðum í okkar manni Snorra sem að hefur verið að sjá um svona túra áður og græða þetta fyrir okkur, sko. Já. Alveg snill. Sko, Róa er komið með ansi margar spilarir. Jú, það er Ekkert það er eðlilega svolítið mikið að spilunum á því. Hvað er þetta, 27 miljónir? Já, eitthvað svoleiðis, eitthvað eitthvað svoleiðis, svona. sko. Já. Alveg fárlega mikið. Er það að Galið. fylgjast með því? Er það að opna Spotify annars slæð og hugsa, búið bætast í? Maður var alltaf að Já, gera þegar leiðu þetta byrjaði að fara fluglægi þá var maður alltaf að fylgjast með appinu og bara, wow, meira. Við erum eins og share app, þannig að maður getur séð, þú veist, hvað eru margir að hlusta akkurat núna. Já. Og séð svona tölunar hækka í beinni og Já. maður verður bara svo háður þessu, maður er alltaf að horfa á þetta. Sérstaklega þegar við vorum að fá bara 1 milljón spilanir á einu degi, þá var maður bara... Slakið aðeins á. Já. Nú hef ég sem sagt verið að fylgjast með efni sem að er í spilun Já. og maður sé kannski 20, 30, bara, já, maður kallir bara að meika það. Hvað, sko, þegar þið voruð að sjá ykkar tölu þegar þetta var að rísa, hvað voru margir að hlusta á sama tíma? Já, þá, Vá. á þessu tímapunkti, þá var bara nokkuð þúsund manns. Já, sama Bara tíma. á þeirri sekúndu? Bara á þeirri sekundu. Já. Þegar að Eurovision Ég var held að Eurovision deginum sá eitthvað 20.000 á sama tíma. Það var bara Bara á crazy. keppnisdegi. Þú veist, það er Akureyri. Já, þetta er bara AK Akureyri, bara sama allir að hlusta á sama Það var tíma. svo allur Akureyri myndi ít að playa og róa á sama tíma, skilur. Já. Þú veist, það er bara Já, það náttúrulega náðum bara 1 milljón spiluna á þeim degi. Já. Það var 1 milljón
bara eitthvað sturlað Bara galið. Já, svo eru þið búin að vera í alls konar þegar maður er að fylgjast með ykkur og þarna á samfélagsmiðlum og bara annar staðar strákuna sínu sko og þarna ég tók líka eftir einum daginn ég frétti nú bara því reyndar í gegnum börni mín því voru ákveða hvað börni mín ætti að borða í hádeginu Já, heyrðu, það var skemmtilegt Var það ekki dálítið Orkudrykkir? Nóg orkudrykkir. Það var pizza og orkudrykkir Hvað voru það að bjóða upp á? Þetta var allt holdt og gott. Þetta var hvað? Við vorum með fisk Fiskur og fisk á mánudum og þar var með gott sko og svo vorum með hambúrgara Já, hambúrgari og kjúklingaréttur. Já, mjög góð Svo kjúklingaréttur. enduðu vikuna á grjónagrauti Grjónagrautur. Er það uppáhaldi ykkar? Það hefur alltaf verið Já, höldum mikið upp á grjónagraut. En það var úkslega mikið pressa á okkur Já, fá að velja matinn fyrir alla krakkana. Þetta er galið. Það var væp byggan sko Algjör snilt. Já, það er auðvitað pressa því ef þið værið að velja eitthvað ömulagt þá myndið þið kannski Hríðfalla tölurnar. aðdáðan skarinn bara minka. Ok, þeir eru sérst að vinna í plötu sem að kemur út í janúar. Já. Ég heyrði því fleikt fram, ég veit ekki þú sér rétt að þið eru það komið með jólaplötu eða jólalög. Sko, við viljum alltaf að gefa út einhver jólalög af því við erum með þessa jólatónleika. Já, það er að koma með inn í jólatónleikana Já, það væri gaman að vera með nokkur jólalög á katalógnum, sko. Já. Við erum með eitt jólalag, þarna alveg dagsatt. Já, við gáum út Við fyrir gerum cover af því, 2 árum já, fyrir 2 árum. Svona remix Þeir remixa því Já, lagi. heldur Það betur. er til og lagir sko Gerðum það með Vilja Nett og Barnakór Lindakirkju. Og hver er þá Dengsi? Það er Vilja Nett. Já. Það er Vilja Nett og tekur Okkar degsta, maður. sko. Já. En já, við erum að stefna á að það var að gefa út eitthvað fyrir jólin. Já, klálega Í byrjun des Já, og svo tökum við náttúrulega alveg dagsett á tónleikunum með Já. Ladda. Já, með Já, latta. Laddi verður Latti með er á tónleikunum líka, skilur En það er svo perfect einhvern veginn svona Hvað ætla ekki að vilja? Já, Villi kemur næstu. Þeir eru bara að kasta villa. Já, sko, þegar maður er með Ladda, sko, maður verður að fá að prófa þetta. Já, Sko, að taka alveg dagsett með Ladda, sko. Það er bara once in a lifetime dæmi Þetta er bara draumur. ok. Ég get alveg ímynda mér að þið eruð bara að lifa draumin ykkar. Já, 100%. Þetta er galið, allt saman sko Búnir að vera því, ég bara í 1,5 ár Já. og kannski sérstaklega núna síðan að þið unnu saukakeppnina núna í byrjun febrúar og það til í dag. Ég heldur betur. Já. Klálega Þetta er bara algjör heiður. Verður þetta, hvað sjáuð ykkur fyrir ykkur? Verður þetta eitthvað toppa? Verður þetta, eru þið bara að lifa hvert dag til fullnustu að þið vitið ekkert hvernig þetta ævintýri endar eða, þú veist, eru þið bara allir að vera á endalösu flugi? Já, pretty much Það er alltaf eitthvað að gera Þú veist, alltaf við klárum eitthvað verkefni Þá byrja að vinna í ykkur öðru verkefni Já. Og þannig að boltin einhvern heldur bara alltaf áfram að rúla Já. En leið og, ég veit ekki Bara Ég leið og þetta er já. ekki gaman lengur Þá hættu þessu skilju En þetta er ógeðslega Þetta er gaman bara snilt. Þannig að við erum ekki að fara að hætta Þetta er ógeðslega skemmtilegt Já, tekur alltaf eitthvað nýtt skemmtilegt verkefni við, sko. Já, það er alltaf svo mikið skemmtileg verkefni Eins og bara eitthvað að velja mat fyrir alla krakkana á Þetta Íslandi er bara geðað verkefni. Já. Hvernig gengur að safna fyrir íbúð? Herru, ég er nýbúin að kaupa mér íbúð. Matti var á undan, hann vann Já, ég vann, þetta var keppnum mitt okkar. Bræðarlega. Fær hann meira borgað en þú? Já, hann er á miklu hærri launum sko Ég er bara eitthvað Ég veit ekki hvað hann fann penning sko Já, ég skilur tengin. En hann var náttúrulega með kærisinn sin Já, sko við vorum 2. Þetta var smá ósangett fyrir Já, hann. það er bínósið Og ég er ennþá lausu sko Þannig að ég er ennþá bara Nó, það er bara Þetta er bara auglýsing í beinni. Já, bara auglýsing í beinni. Bara hérna. Þetta er þroskinn Já. í síðdeis útvarpinu. Já. Þetta er það sko Það væri fínt að fá kærustu og ef hún ætti svona eins og helmingi útborgun íbúð Já, ég er óskæftið núna hérna Nei, Leita eftir heilum þá helmingum íbúðina. myndi það alveg hjálpa til. það var nú ekki leiðilegt Nei, strákar, bara búið að vera stórkvæslegt að fá ykkur hingað Já, í mikill síðdeis heiður. þetta bið. Ég ætla að vona að þetta sé ekki í síðasta sinn sem að þið Ég vona ekki sko Alls ekki, sko. komið hingað til okkar. Þú ert þetta búin að kokka upp eitthvað lag með þeim, eða ekki, Dóti? Jó, með dætt í hug að fara bara í fyrsta væpið sem að sló allt í gegn og þá hérna fenguðu þessa spurningu, hvað er lífið ykkar bíómynd, sem var ekki þá. Nei, það var ekki Nei. þá. En getum við ekki sagt að lífið sé pínlítið bíómynd Jú. allavega síðast? Við erum alltaf að segja Lífið er bara actually bíómynd núna bíómynd. Við tölum að við manifestum að í fyrsta læginu og séðan var það bara að því sko. Stórfurulegt Þú veist, og þið vakna á mótnana og eru bara yes, þetta er líf mitt. Já, lífmynd er bíómynd, sko. Þetta er galið sko Ég mæli mig fyrir alla að prófa Ef þið ekki farið í eitthvað svona dæmi Bara farið í eitthvað svona dæmi Gera eitthvað ruggla Já, bara hafa gaman í lífinu. Já, bara taka sjansa Já, ándjóks. og bara stökkva og reyna að láta drauma sinna þetta. Já, taka öll 100%. tækifæri maður Og Bara bara mæta. gerist eitthvað ruggla Búm. Og grjónagraut á Og föstudögum. alltaf grjónagrötu föstum. Og ekki bara orðum það með sko. Matti og Hálfdán í Væp, bara gaman að sjá okkur.